Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í Færeyjarfréttir. Við erum með mjög góðan fréttaritara á línunni. Það Karl Jóhann Jensen, stórskáld, rithöfundur frá Færeyjum, sem ætlar að og hefur komið hingað að Rauðaborðinu í gegnum nútíma tæknibúnað til þess að segja okkur svona helstu fréttir frá Færeyjum. Ertu þarna á línunni, Karl Jóhann? Já, ég hérna. Já, takk fyrir að koma. Það nefnilega það var svolítið, ég fór nú til Færeyja daginn og fekk svolítið æði fyrir Færeyjum og svo bara var þá líka, voru Færeyjar mjög mikið í fréttum að því að Kristrún Frostadóttir fór þangað í heimsókn. Já, tók eftir því. Já, þú tókst eftir því. Hvað fannst þér nú svona þann fréttaflutning? Já, þetta svona algengt þegar erlendar heimsóknir eru hafsettra manna eins og forsætisráðherra og öðrum. Það alltaf gerst eitthvað mikið út úr því En það langt síðan íslenskur forsætisráðherra heimsótti eigana Ég man ekki hvernig það var síðan. Nú það sjaldgæft. Og fannst þér það? Og svo mætti hún þarna landsfundi og jafnaðarmönnum líka. Það var nú erindi svona fyrstu. Á fyrsti stað minnst. En lastu þú svona það sem haft var eftir henni hún var nú að tala mikið dástað jarðgöngunum og dáði svona að Færeyjum. Hvað fannst þér hennar svona málflutning? Kynntur þér hann eftir fundin? Ekki sérstaklega mikið en ég tók eftir hún var eitthvað að fjalla þarna öryggismál og samstarf öryggismálum og slíkt. En ég tók nú ekki sérstaklega eftir að hafa neitt verulega svona markvert sem kom fram þarna. En núna við kurteisis hjal líka eins og gengur og gerist í svona heimsóknum. En mér finnst að það hafi nú pólitíski tilgangur hafi nú eiginlega bara verið að mæta á þennan fund sem var haldið þarna, hvernig var það, miðvikudaginn, minnir mig, síðastliðinn. Það sem fjallað var öryggismál og fleira. En við höfum rætt hérna á... Það var svona norrænt fundur þarna á alltíðinu. Já. Danir og grænlendingar og færingar og norðmenn og Íslendingar, það að segja með henni Kristrún. En núna höfum við rætt, Karl Jóhann, svolítið sem sagt nýlenduhyggjuna og raunverulega sjálfstæðisbaráttuna í Færeyjum og þú ert einn af þeim sem sagt vilt bara afdráttalaust sjálfstæði eins fljótt og hægt. Já, en ekki svolítið írónískt að það skuli vera núna þetta samstarf þessi áhugi Íslendinga á Grænlandi og Færeyjum út frá öryggissjónarmiðum eða hvað finnst er þessi varnarmál og öryggismál, hvernig snerta þau sjálfstæðisbaráttuna? Það nú framferði Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi sem hefur kannski menn svolítið feldur slegnir á Íslandi líka. Já. Og það var kannski ástæði til en ég kann nú ekki alveg með það en ég veit ekki alveg hversu mikla ástæðir Íslendingar hafa alltaf óttast að Bandaríkjaforsetum að seilast eftir Íslandi reyna að ná völdum á Íslandi eins og hann greinilega vill á Grænlandi. En núna heyrði maður fréttir í gær af það hernaðaruppbygging við landamæri Finnlands á hálfu Rússa þannig að þetta setur svolítið bara eiginlega stöðu þessara skandinavísku þjóða og líka svo sérstaklega kannski þessara smáþjóða, fyrrum nýlendu þjóða og núverandi nýlendu þjóða í nýtt samhengi svolítið það ekki þessi varnarmál. Finnst þér þetta ítrekka þetta öryggisleysi sem talaður ítrekkar það löngur þína til þess að verða að Færeyjar fái sjálfstæði eða
eða hrökkva sumir sjálfstæðissinnar tilbaka og vilja þá eiginlega vera áfram í skjóli einhverjar herraþjóðar svona? Já, kannski hefur nú borið svolítið á því en ekki voða mikið, ekki eins mikið og ég bjóst við að það myndi. En svo stendur þá eru samningar í gangi við Dani að vika sko heimildir færinga til að ráða sjálfur sko utanríkismálum og þetta er í tengslum við hvað heitir það WTO WTO World Trade Organization já. sem heitir á góður íslensku viðskipta eitthvað Já, það er alveg stólið frá mér en það kemur á eftir og diggir hlustendur og áhorfendur eru komnir með orðið og heitið í hugan, örugglega. En þannig að þetta er nú svolítið samt svona, það eru svolítið tíðindi í þessum, það eru svolítið svona sviftingar í, sko þetta er svolítið svona hrikalegt að það skulle vera allt í þessi áhugi á Færeyjum til dæmis og Íslandi en eins og sérstaklega eins og Færeyjum út frá svona bara hernaðarlegum sjónarmiðum og eins og við höfum oft talað það er lítill áhugi hjá norðmönnum, hjá Dönum eins og þú segir að sinna menningar eða lítill áhugi á menningarmálunum í Færeyjum en það er greinilega meiri áhugi í hernaðarlegu sjónarmiði. Já. Þetta er svolítið svipað var kaldasturinn þess að orðið aftur. En þá munurinn er bara sá að þá fór þetta allt frekar lengt, sko. Enginn mátti vita eitt eða neitt, sko. En nú er þetta svona frekar opið. Við áttum vita af bæði bandarískum og breskum kábátum í kringum Færeyjar, sko. En við sáum það aldrei. En núna sjáum við að annars slægi sko, koma það hérna í Færeyjum og taka vistir og þetta er svona frekar opið meðan við það sem var áður fyrr kaldasturinn. En sér þú eitthvað fyrir þér, svona, þú ert náttúrulega ekki stjórnmálamaður sko, en sér þú fyrir þér einhverja leið, þú veist, ert þú að pæla í öryggismálum eins og til dæmis ef að Færeyingar fengju sjálfstæði núna frá Dönum, þú veist, er það fyrir þér einhvers konar bandalag með Íslendingum og... Helst með Bretum, sko, Færeyjar eru áhuga svæði Breta, sko, og þetta er búið að vera þannig allt aftur á daga, sko, Napoleonsstríðsins. Og ég telur tölju örugt að koma til stríðs átaka hérna á norðurslóðum, þá komu breskir hermenn til Færeyja, sko, eins og gerðist í seinni styrjöld, heimsstyrjöld. Þannig að þetta með Danina, Danir hafa voða lítið að segja varnarmálinn þannig að norðurslóðum raunum verið. Þeir eru í málunum einfaldlega vegna þess að þeir á pappírinn eiga Færeyjar og Grænland. En ég held nú að það sé nú frekar Bretar sem ráða okkar svæði og Bandaríkjamenn ráða því sem þeir vilja á Grænlandslóðum. Við hafum alltaf kringum. En það er þetta nákvæmlega, sko. Er einhverju sko umræða, ég var hérna með rauðaborðið umræðu þarna heimildamynd grænlenska, þar sem var verið eiginlega reikna upp og sýna fram á raunverulega hvað að grænlendingar væri nú ekki í skuld við Dani, heldur kannski frekar öfugt eða þannig myndin svona leyfði áhorfendum að hugsa það og það var svona einhver umræða hérna að það var þessi ömurlega sko þakkar skuld raunverulega sem að fólk sem eru nýlendur finna oft fyrir þessari svona lamandi þakkar skuld gagnvart herraþjóðinni sem að oft er kannski á misskilningi byggð sko
einhver, finnst þér umræða þú veist, nýlenduhyggju og Færeyinga sem nýlendu og þetta andlega ástand svona, eða að vera nýlend andlegu afleiðingar þess, eru einhverja meðal Færeyinga, finnst þér? Nú, þú eru jo komið til Færeyja og maður sér alltaf svona danskan blæja öllu og það eins og talaðum hérna á Íslandi hernám hugarfarsins. Það ber eitthvað á því, en hvort Færeyingar sem öll hópa hugsi sig sem danska nýlendu, ég held það ekki, sko. Það óháð ósk þeirra sjálfstæði, sko. Ég held ekki að það sé grunnvallast á þeirri skoðun að Færeyjar séu dansk nýlenda, sko. Nei. Þó að menn vilji losna undan dönskum yfirræði, eller yfirráð. Það svolítið öðruvísi kannski á Grænlandi, það sem, bara til, það alltaf verið svona svolítið vafi rétt Dana til að ráða yfir Grænlandi, sko. Og þeir hafa verið mjög meðvitaðir það. Já. Og til skamms tíma þá var Grænland skráð sem dansk nýlenda fram til 1952 minnum við. Þá var það gert aftur að amti, sko. Dansku amti og var það til 79 og svo kom hérna heimastjórn eftir það. Okay. En Danir eyða gríðarlegum í alls konar framkvæmdir á Grænlandi, sko. Miklu meira en nokkrum tíma hafa gert í Færeyjum. Já. Þannig að það mjög ólíkt auðvitað, já. En ég verð að segja að í Færeyjum þá finn ég svona, þegar maður kemur, þá finnur maður ekki fyrir neinu dönsku, sem sagt maður bara heillaður af raunverulega landslæginu og maður finnur mjög mikið náttúrulega fyrir tengingunni bara við Ísland, sko, í landslæginu og svo og heillast af því hvað raunverulega allt miklu fallegra í Færeyjum, það eins og einhvern veginn svona virðing fyrir minjum og svona þessum arkitektúr, upprunalega arkitektúr, og það svo miklu meiri friðsæld einhvern veginn í umhverfinu. Stundum, já. Mér finnst það nú ekki alltaf, sko, en það sína verið sig viðsvegar á landir. Það sem virðingi fyrir náttúrunni mjög skorin við nagl, sko. Já. Það best að segja. En maður sé, þetta svona akkurat, maður hugsa með sér að þetta væri alveg upplagt þarna að Færeyingar og stæðu fyrir raunverulega, sko, friði, eins og manni finnst, og Íslandi líka, sko. Maður hugsa með sér að akkur eru Íslendingar að sperra sig að vera með í einhverjum hernaðarbandalögum, þú veist, er þetta ekki bara upplagt að vera, að því að þetta eru eyjur, að vera svona, leyfa sér að vera dálítið óháðar og bara vona það besta þannig og vera ekkert svo mikið í liði og líka og hugsa svona fyrst og fremst að menningunni og hugsa sjálfbæri þróun og svona, og þetta finnst manni svo upplagt þegar maður kemur svona sem gestur til Færeyja. Þetta alveg fullkominn staður til þess. Já. En maður sér nú kannski, ég veit ekki, dönskuvæðingur, maður sér líka bara svona hvað heitir það, frjálshyggju eða ákveðin svona kapitalisma kannski eins og í bókabúðunum. Já. Þetta alveg fyrir voru eingöngu danskar bækur á bókstafum, sko. Var hilla með færskum bókum svona einhver út í króki, sko. Já. Það nú breyst aðeins, en það koma fleiri færska bækur út en áður fyrir það. Og svo komnar enska bækur inn í dæmi líka, eins og Íslandi. Já, það náttúrulega, þannig að þar með eiginlega það betra ástand núna heldur en var, af því núna þetta bara svona eins og alþjóðlegar bókabúðir, og mjög fallegar, sko, eða þessi sem niður í bæ, sko, miðbæ alveg rosalega falleg bókabúð og Ford bókabúð líka.
En ég saknaði samt að sjá ekki sko, bækurnar þínar voru nú þarna í stóru bókabúðinni en maður saknaði þetta að sjá ekki fleiri, sko, sjá eiginlega bara allar færeysku bækurnar, þú veist, í einhverju svona stórri bókabúð. Já. En þetta ég meina ekki að bókabúðunar ekki eigu danskra fyrir stórfyrirtæki en það eru svolítið háðar þeim úrval bóka og það fram eftir götunum. Að stjórna svolítið eftir frá hverjum, með hverjum þessar bókabúður starfa í Danmark aðalega. Já. Allir innflutningur í jafnvel bóka kemur aðalega úr Danmark sko, og stjórnar þarna. Að ég svo fór ég á bókasafnið. Þá eru myndir þarna með dönskum myndateksta og allt, já. Áður fyrir voru hérna auglýsingar líka á dönsku, en það nú breyst eitthvað, sko. Næsta kost, síðast ég fór í bíó í Þórshöfn, þá voru færeyskar auglýsingar og já. Og færeyskar, þýddar á færeysku, það voru erlendar, sko. En ég fór að bókasafnið þarna í miðbænum líka og þar sá ég nefnilega svo margar bækur sem að maður hugsaði með sér og svo fallegar útgáfur og sjálfsútgáfur og þínar einmitt bækur sem bækur sem ég hef aldrei séð eftir þig, þarna voru mjög fallegar og í svona gefnar út í takmörku upplægi, það verður gaman líka að fá vera með bókabúð þar sem þessa bækur svona væri, það búið stofn. En það á nú líka við Ísland, það eru fáar slíkar bækur hér, sko. Það er aðeins byrjað aftur að koma, að reyna að vera með svona einhverjar sérstakar bókabúðir. Já, það kom nýja þarna í Vesturbæn. Já, Skáldar. Alveg rétt. Þú fylgist vel með. Já, því að minnst að kosta. En eitthvað að frétta svona, ef ég spyrði bara svona beint út, eitthvað að frétta af þér sem færeysku skáldi eða frá Færeyjum svona sem að þú getur sagt okkur sem við sjáum ekki fréttum? Ég enda að skrifa hérna nýja skáldsögu, kemur væntanlega út í 2026 eitthvað tíma. Næsta ári og hvað að frétta af Færeyjum, það aðalega hérna undirsjávargangi til Suðureyjar sem hafa verið á dagskrá síðastliðna viku og það að vera komið eitthvað samkomulag framkvæmdir í tengslu við undirsjávargangin þannig. En það fór nú allt upp í loftið hérna á mánudaginn kom í ljós að málið var í uppnámi út af því að það væri eiginlega ekki samkomulag. Raunverulega samkomulag framkvæmdir. Og svo voru eftirlaunamál líka tengt málinu undirsjávargöngin og þannig að já, það svolítið að gerast í pólitíkinu og maður veit ekki alveg hvort þessi stjórn sem núna verður áfram. En það þá sko, þetta undirgöng í pólitíkinu, þar að segja það eitthvað svona... Já. En þegar ég var... Stendur völd á fótum eins og stendur stjórnir, sko. Hvað segirðu? Ég stendur völd, já. Stendur völd á fótum en að þessi, núverandi stjórn, sko. Gæti farið, sko. En ég man að þegar ég var þarna í strætó, því það er ókeypis í strætó í Færeyjum og maður bara... Í Þórshöfn. Í Þórshöfn, já, bara í Þórshöfn, já. En maður fekk þetta að fara sko bara í strætónum alveg yfir í Kirkjubæ og það var eitthvað svo notalegt fannst mér að ferðast þarna og þetta litla sem að við ferðumst og þá bara misti maður því svona einhverja hálfgerða rómantík yfir því hvað allt væri stórkostlegt þarna í Færeyjum, en þá mundi ég svo sem eftir því að þú hafði sagt að og þetta sko að Færeyjar eru nú svolítið í eigu nokkura svona fjölskyldna er það ekki og svona stórfyrirtækin eru svolítið þú veist það almenningur við höfum okkar kvótaborðana. Já.
heitir bara ekki kvótabarónar en með öllu hérna veiðileyfin sínum. En hefur veiðileyfa umræðar á Íslandi haft einhver áhrif heldurðu þarna? Ekki svo, ég hef tekið það eftir. Og það lítið sko, en þá hlýtur einhver að fylgjast með sko og ef eitthvað gerist markvert í þeim málum á Íslandi þá mun það örugglega hafa áhrif heima fyrir hjá okkur. En talandi en þegar þú ferð þú ekki alltaf á Ólafsvökuna? Jú. Og já, mér var sagt þarna að þú væri alveg fastur gestur þar sko og heldur henni eiginlega uppi, heldur uppi fjörinu á Ólafsvöku, frétti ég. Já, það fundur alltaf á Ólafsvökudag. Stað sem heitir Doktoragrund. Eða lóðin. Og já, það er svo kallaði fólkafund. Fundur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það á að þýða þetta á íslensku en þar hef ég nú tróðið upp sko síðastliðin 20 ár. Ég held 23 ár. Já, er það ekki þarna niður í bæi þar sem að æskuheimili Hælisins er? Já, það er gamla bæinu sko, sem okkar grjótaþorp. Já, einmitt. Þinganes og Rein, kallað Hraunið. Svakalega fallegt, hverfi. Já. En er þá raunverulega sko, ég fekk líka þær fregnir að þú heldur upp í stuðunni en þú væri líka svona, þarna væri á þessum fólkafundi væri dálítið verið að ég veit ekki, svona blása, hvað heitir það, blása eld í glærur. Já, þetta er ungliða hreyfing þjóðveldisflokksins sem gengst fyrir þessu hverju ár. Já, þannig að þetta er beinlínis pólitískt, sko. Já. Það fyrir ekki að milla málur. Þetta er svolítið... Það er alltaf flutt af pólitíska ræður og svo reyði ég upp og svo er einhver tónlist og svona. Þeir klukkutíma dæmi. Ok. En Karl Jóhann, finnst þér ekki, er þetta ekki svolítið erfiðir, eða fyrir Íslendinga kannski svolítið erfið orð og heiti, þjóðernisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn? Já, það er kannski það, sko. Það er bara gaman, sko, orðið er ekki notað svona venjulegu tali í færeysku þjóðveldi nema flokkin. Já. Og það var svona tilraun til þess að koma þessu orði inn í færeyskuna. En það tókst nú ekki betur upp en svo að það hefur bara loða við flokkin sko og hefur enginn talar þjóðveldi í öðrum skilningi en að eiga við flokkin sko. Já. Það þyrfti kannski að vera svona, skrifa svona smá neðamálsgreinar eins og þú ert nú gjarnan með í þínum bókum, svona til að útskýra merkingu og samhengi þessara heita. Það ætti að vera lýðveldisflokkur. Já, eitthvað svolítið. Já. En er lýðveldis... Republikanske partí. Já. En sko... Þýðingar republik. En þá fengið það líka bandarísku republikana merkinguna, þannig að það er líka svolítið flókið. Já. Það er búið að stela öllum hugtökunum, hérna glæpamennir eru búin að skemma öll fínu heitin gegnum söguna. En Ólafsvakan, er hún ekki í júní? Júlí. Hún er í júlí, já. 29. júlí, já, þannig að það er ennþá hægt að kannski... 28. og aðfangadagur Ólafsvöku 28. og svo er Ólafsvökudagur. Það væri dálítið gaman að fá að heyra í þér þá, fá fréttir af Ólafsvöku og helst þyrfti maður náttúrulega bara að fara þangað sjálfur, sko. Já. Það væri mjög gaman. Taka upp. Ekki settir en að fengi eitthvað að taka upp þarna, sko. Já, það væri nú gaman að taka upp bara Ólafsvökuna, samstöðin í Færeyjum.
Já. En eigum að segja þetta gott í fréttum frá Færeyjum í dag svona, eða ertu með einhverjar frekari fréttir svona sem þú getur sagt okkur núna? Nei, hann lítið að gerast svona í pólitíkinu, þingið farið í sumarfrí og já, þetta var bara síðast svona auka þingfundur á mánudaginn. Já. Þannig að það ekki voða mikið að gera svona örleiti, pólitist. Þannig á ég ekki bara hleypa þér aftur að fara að skrifa skáldskap sem að maður hlakkar til að lesa og leyfa stjórninni að athuga hvort að stjórnin fellur eða ekki og heyrumst þegar það komið í ljós. Já. Ef þú ert til í það? Já, ég alveg til það. Ok, hjartans þakkir fyrir að koma og ræðum Færeyjar við okkur við rauðaborðið, Karl Jóhann Jensen. Já, þakka þessu. Takk fyrir og heyrumst næst og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í Færeyjar spjalli sem við höldum áfram með hérna við rauðaborðið. Enda býst ég við því að hlustendur og áhorfendur hafi áhuga á Færeyjum, eins og held ég bara allir þeir sem að maður ræðir við í raun. Það bara synd hvað Íslendingar hafa kannski lítið synd þessum sterku tengslum, menningarlegu og pólitísku. Og maður getur ekki annað en hvatt alla til að fara til Færeyja. Það sannarlega margir möguleikar þar á að ferðast og upplifa fallega náttúru og mannlíf. En þá líka gott að hafa í huga svona samhengið. Þannig að við höldum áfram að segja Færeyjafréttir. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa netsamræðunni yfir til ykkar. Við höldum áfram að ræða málin henni við rauðaborðið. Segjum þetta gott í bili og förum í frímínútur. Ég heiti Oddný Eir og takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.